það sem maður sá líka, sko, þegar maður var að rýna í tölfræðina eftir leik, það gleymdist eiginlega pínu einn maður, Óskar Lukke. Hann var frábær í liði Aftureldingar. Hann kannski skyggði svolítið á að því að Einar Baldvin var svo stórkostlegur, sérstaklega í fyrri hálfleik, en Lukke var með sinn besta leik í vetur. Já, hann var frábær, sá danski. Hann alveg eins, þú veist, menn hann var geggjaður í fyrstu umferðin á móti Haukunum og mætir svo aftur núna í fyrsta leik í seinni umferð. Haukabani. Algjörlega frábær. Og þannig hann mikið að skora, taka á skarið. Manni finnst svona eins og hann sé jafnvel aðeins léttari á sér. Hann ekki endast líka aðeins lengur á þess að vera farin að blása heldur en í byrjun. Akkurat. Og það hérna, hann opnar leikinn rosalega vel sem var mikilvægt fyrir Aftureldingu og svo í byrjun seinni áleiks þá tekur hann bara yfir leikinn. Sem skipti öllum. Já, og ég held að það sé einmitt bara mjög rétt móment. Ég held að það að missa bara svona 7 kíló. Treyjan bara að vera á stóra á hann. Það er nýtt átvitt eftir áramót. Keto. Já, bara minka úr XL í large. Þannig að hann medium í úrslitakefni. Medium í úrslitakefni. Þannig að hann á mjög stór hrós eftir þennan leik. Hann bæði einmitt að finna línu, skora, fiska víti. Þannig að hann var einhvern veginn með alla pakkan og líka svona varnarlega var hann bara nokkuð svona solid. Hann svo góður varnarmaður. Já, góður varnarmaður, vel staðsettur, kann leikinn einhvern veginn upp á 10. Það var margt annað sem að sko, Aftureldingamenn hafa verið svona aðeins að gefa eftir í síðustu leikjum, ekkert rosalega samfærandi, en andinn í liðinu og þessi frábæri varnarleikur með auðvitað Einar Baldvin. Já, við tókum hérna bara nokkra klippur einhvern veginn úr varnarleik Aftureldinga sem eru farin að mæta hátt, mikil vinnusemi. Ég veit ekki hvort að við komum með eitthvað aðeins óvart, en þeir voru alltaf að senda þristinn mjög snemma einhvern veginn upp í júkafæslurnar og einhvern veginn á Birki. Birkir einhvern veginn komst aldrei í takt við leikinn, sérstaklega eftir að Skarpi dettur út. Þá vonast maður einhvern veginn til að hann stígi inn í þetta, en hann eru alltaf í kontakt og hann einhvern veginn bara losa bolta. Það eru öll liðilega með sem að séu að spila á Haukar núna með sama plana á móti Birki. Þú veist, eftir hann skaut IBF í kaf upp á Barsa hreyfingunni og það eru allir sem stíga upp, láta splitta, tvisturi klárar og svo eru við fljótirar í kóra þegar miðjumaðurinn fær boltan og byrja að ráðast á, sko. Já, þeir eru, þú veist, auðvitað var Þorvaldur, Gústi og svo kom alltaf bara Sveinur. Hann svaraði aðeins Gunnar Magg notaði hann í svona cirka heilar 30 mínútur allt tímabilið í fyrra. Þannig að hann var líka svona, vildi aðeins eftir sinn kraft, en þarna bara vinnuseminn hjá Gústa og auðvitað bara Þorvaldur búinn að koma mjög einhvern veginn bara óvart, hann er algjör lykilvarnarmaður í liði Aftureldingar og nær einhvern veginn að byggja upp á sitt spil. Ég vil ekki segja leik eftir leika því við höfum alveg séð að vera mistið að segja, en þeir koma öflugir hingað inn í þennan leik. Óvænt þristapar, þú veist hversu vel en á, því þeir eru að nýta styrkleika beggja. Þetta er náttúrulega ekki besta þristapar deildarinnar, en þeir eru samt öflugir að því leytinu til að Gústi góður þannig að þeir að færa verið í svo frjálsu hlutverki og tækla, með Þorvaldur vill ekki vera langt út á velli og er að díla við hinn árásina, en ná svona fá það best út úr hvort öðru. Hann verið stýra Gústa þannig, hann losnar með allar erfiðu árásanirnar. Maður er þessu sjálfur, maður var alltaf einhvern veginn að senda þessa menn sem vildi vera maður og menn, alltaf einhvern veginn klára það fyrir mann og það er mjög klókt hjá Þorvaldi.